breyttan starfsmann inn til okkar þarna sem og á fleiri stöðum því að hún hefur verið bara einstök síðustu 4 ár að mínu viti og komið á koppinn alls konar verkefnum og komið að alls konar verkefnum sem hafa verið bara allt frá því að vera glæpa hittingur í bókasafninu, yfir í dans í bókasafninu, yfir í tungumálakennslu og ég get ekki talið allt upp, vil ekki reyna það, frá því að vera auðvitað mjög hvetjandi við öldungaráðið okkar í horninu og þetta bara svona frábær punktur einhvern veginn við það sem eins og Bæjarfulltrúi Arna sagði, líka með þessari framkvæmdar áætlun, þannig að það skiptir máli, annars þetta bara eitthvað plagg sem að skiptir akkurat engu máli því það þarf alltaf að vera áætlun hvernig við ætlum að koma því í framkvæmd. Þannig að ég fagna þessu gríðarlega og segi bara til hamingju íbúar Árborgar. Takk. Já, takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Það eru fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo ekki, þá ætla ég að óska eftir því að Brynhildur Jónsdóttir, varaforseti bæjarstjórnar, taki hér við stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Við erum undir lið 2, menningarstefna sveitarfélagsins Árborgar og bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson hefur. Það er spurning að gera örstuð því að það hátt á útsendingunni og ef við gefum þeim 3 mínútur bara til þess að sjá hvort að og þá það ekki að skipta nýjum máli hvort ég í útsendingu eða ekki, bara að þetta bilað, gæti það lagast á 2 mínútur. Já, ég að senda inn nýjan þetta, það ekki hvernig það kemur inn. Já, það verið að taka upp. Já, það verið að taka upp, þannig Já, við ætlum bara að halda áfram fundi og Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Kjartan. Takk fyrir þetta, Brynhildur forseti, bæjarfulltrúar, gestir og tilheyrendur. Já, þetta er nú nokkrar menningarstefnurnar sem ég hef komið að í gegnum minn bæjarstjórnarferil og þetta hefur nú verið kannski mál sem er mér hvað hugleiknast af öllum þeim málum sem ég hef starfað að á þessum ferðum mínum framundir þetta. Og það er því auðvitað sérstakt ánægjuefni að það sé búið að festa menningarstefnu í sessi. Það er auðvitað líka gríðarlega þakkarvert eins og hér hefur komið fram hjá fyrir bæjarfulltrúum að við höfum auðvitað haft margt gott fólk í störfum en Margrét Blöndal, hún leiðir þetta áfram með svona krafti og gleði og hefur smitað virkilega mikið út frá sér í þessum störfum. Hún gerir og þau og hennar fólk gera mikið úr litlu og það er auðvitað þakkarverð sérlegi þegar kemur að peningum. Þau eru eiginlega eins og bæjarfulltrúi Arna nefndir áðan uppfull af hugmyndum og uppspretta hugmynda og við sjáum það í svo mörgu sem að þau hafa verið að gera á umliðnum misserum að það er eiginlega alveg aðdánavert á allan hátt. Það auðvitað lá ljóst fyrir að hér yrði minnst á í stefnunni og það var auðvitað, við þökkum fyrir það og fengið að taka þátt í því. Við náttúrulega vorum boðuð þarna til fundar til þess að fá að leggja inn okkar hugmyndir og fá að velta vöngum menningarmálin svona heilt yfir og það er auðvitað gríðarlega þakkarvert að við skulum fá að gera það vegna þess að það endurspeglar þá stærri hóp og þarna voru fulltrúar frá ýmsum félögum og annað sem að tengjast menningu þannig að hér á að vera nokkuð góð samantekt og það hefur ekkert verið farið inn að grafgötu með það og er svo sem kannski þekkt líka í fleiri þáttum okkar samfélags hér eins og ákveðnar og tilteknar íþróttagreinar sem að vantar að bæti í með aðstöðu og þetta er auðvitað verkefni næstu bæjarstjórnar og bæjarstjórna en menningarhús eða aðstaða fyrir okkar menningu hér svona í vítt og breitt er auðvitað sem við legið á bæjarfulltrúum eins og Mara og þá er ég ekki undanskilin í því. Ég hef lagt alveg nótt í dag
í að reyna að koma einhverju slíku á í mjög langan tíma og þetta er nú orðið svona skemmtilegt aðhlátursefni og brandarakeppni á samfélagsmiðlum það að tala um menningarsalinn en það eru náttúrulega ákaflega fáir sem gera sig grein fyrir því hvað hefur verið lagt þarna að mörkum og þeir eru sko bæði heimsóknirnar og viðtölin og fundirnir sem við farið út af þessu til þess að reyna að krýja út örlítinn hjartlægan stuðning frá til dæmis ríkisvaldinu sem hleypur svo út um allt land og hefur gert á umliðnum árum með peninga eins og ekkert sé og okkur tókst að kroppa þarna tæplega 300 milljón og við vorum mjög þakklátt fyrir það og erum sérstaklega ef menningaráðherrann stendur við það að það framlag standi og þá erum við þetta einfalt í þeirri stöðu að við eigum þarna ákveðið tækifæri síðan þarf við þetta að gera sig grein fyrir því hvort að það er ekki kannski lengur að gera sig grein fyrir vegna þess að aðstæða okkar í hennum upphaflega fyrirhugaða menningarsali eru þetta náttúrulega að hluta til samkvæmt úttekt óviðunandi vegna hljóðmengunar og annars slíkra hluta. Þannig að við þurfum að skoða það algjörlega upp á nýtt hvaða möguleika við höfum og hvaða möguleika við eigum. Og það er auðvitað þannig að við vitum það að tónlistarskólan og þeirra fjölmörgu nemendur skortir aðstaða til þess að koma fram á stærri viðburðum, útskriftartónleikum og fleira. Þannig að við eigum alveg fanta gott tækifæri til að tengja þetta saman. Tónlistarskólan og allt starf sem er á hennar vegum fyrir svona uppákomur og stærri viðburði, menninguna í vídd og breidd, tónlist og leiklist og svo auðvitað líka er þetta auðvitað fyrir allar aðra viðburði sem er kannski selt inn á með dýrum dómum þannig að það er hægt að búa þarna til mjög góða hugmynd og ég trúi því að næsta bæjarstjórn muni leggja sig fast fram að klára þetta verkefni og eins og menn vita þá var menningarsalinn auglýstur til sölu í byrjun ársins og það kom tilboð en það var ekki viðunandi. Ég hafði haldið að á góðum tíma hefði einhver einkaaðili jafnvel séð tækifæri í því að gera eitthvað sniðugt, einhverja starfsemi þarna inn í húsinu. Það hefur ekki orðið en það er auðvitað það sem þarf líka til. Við þurfum að fá einhverja lúkningu á því máli varðandi salinn til þess að geta haldið á stað á fulla ferð út í þetta verkefni fyrir tónlistarskóla, menningarhús og fleira. Þannig að við þurfum að vona það og getum ekkert annað en að næsta bæjarstjórn muni einhenda sér í að klára ef að næsta koma menningarsalnum hinnum gamla í einhver not og fá fyrir það einhverja aura. En gott og vel þetta var nú svona bara þetta situr eðlilega aðeins í mér þannig ég varð aðeins að fá svona að hreins út. En þetta er auðvitað eins og kemur fram í þessu og kom fram hjá flestum sem tóku þátt í þessari menningarstefnu að þá kom það skýrt fram að það væri aðstöðuleysi fyrir mjög stóran part og það auðvitað má segja myndlistina líka en kannski fáum einhver önnur tækifæri upp í hendurnar með myndlistina og mögulega mætti nýta eitthvað fyrir hana líka þarna í þessu húsi ef afvirði. Þannig að ég skora á næstu bæjarstjórn sem að hér mun sitja að taka þetta nú mjög til skoðunar og láta alvöruna verða að alvöru. En ég þakka fyrir og byrst afsökun hvað ég lengi. Já, takk fyrir þetta. Fyrir að taka aftur í stjórnfundar eða vilt að ég halda áfram? Þá tekur forseti Kjartan Björnsson aftur við fundurum. Björnsval. Takk fyrir þetta Brynhildur og við erum semst að ræða mál númer 2 sem er menningarstefna sveitarfélags Árborgar. Það er búið að halda hér örfáar ræður innan 5 og málið, og það er ennþá orðið en það var enginn búinn að biðja um það hér undir lokin og þá ætla ég að bera þetta upp til atkvæða þeir sem eru samþykkt þessari nýju menningarstefnu sveitarfélags Árborgar vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Já, þá hefur Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista óskað eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Já, forseti, ég ætla að leggja hérna fram bókun og gera grein fyrir atkvæði okkar bæjarfulltrúa S-lista varðandi samþykki menningarstefnunar. Undirrituð fagna því að hér hafi verið samþykkt menningarstefna sveitarfélagsins Árborgar fyrir árin 2026 til 2030. Afar mikilvægt er að unnið sé samkvæmt skýrri stefnu í menningarmálum ásamt aðgerðaáætlun þannig að það sé engum vafa undirorpið hvernig sveitarfélagið vinnur að sínum mikilvæga menningarmálum. Undirrituð vilja færa sérstakar þakkir til Margrétar Blöndal og starfsfólks menningardeildar fyrir þessa góðu stefnu. Takk. Takk fyrir þetta, Arna. Þá er það fært til bókar og með leyfi varaforseta að þá var ein setning sem ég glemdi hér þegar ég tók hér til máls áðan sem mér þykir bara rosalega leiðinlegt og ég ætla ekki að snúa fundinu við fyrir það og ætla ekki að taka aftur til máls en það var setningi sem var neðst hjá mér á blaðinu og hún er það að núna fyrir viku síðan þá komu 13 menningar viðburðir og frá 2010 fram til þessa dags inn á YouTube rás sveitarfélagsins og er aðgengilegir þar fyrir þá sem hafa áhuga á slíku. En þá er komið að máli númer 3, það eru samþykktir héraðsnefndar Árnesinga. Lagðar eru fram til fyrri umræðu tillögur að breytingum á samþykktum héraðsnefndar Árnesinga sem samþykktar voru á 37. fundi héraðsnefndar Árnesinga byggðasamlags sem haldinn var 14. apríl 2026. Og þær samþykktir eru hér meðfylgjandi, er einhver sem að vil tjá sig þær hér í fyrri umræðu. Ef svo er ekki þá óska ég eftir að menn greiði hér atkvæði og samþykkja að vísa því til síðari umræðu. Samþykktir héraðsnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 4, lántökur brunavarna Árnessýslu. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja lántöku brunavarna Árnessýslu vegna byggingar slökkvistöðvar á flúðum og kaupa á tankbíl. Í samræmi við bókun af 37. fundi stjórnar brunavarna Árnessýslu sem haldinn var 30. apríl 2026. Lagt er til við bæjarstjóra verði veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánssamninga vegna lánsins. Þá opna ég fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já rétt svona til nánari upplýsingar af því að við erum að tala byggðasamlagið Brunavarna Árnessýslu sem við erum með 40% eignarhlut í sveitarfélagið Árborg og búið að vera heilmikil uppbygging og endurkaup í gangi á þessu síðstlunum 4 árum. Með því mesta frá stofnun Brunavarna eins og hefur komið fram á fundum áður. En þessar 240 milljónir það skiptast sem í 2 flokka, það eru 150 milljónir sem eru til fjármögnunar á byggingu slökkvistöðvar og flúðum og síðan 90 milljónir þessu fara til kaup á nýri slökkvibifreið slökkvistöð BA í Reykholti, bara hann er komið stíkt fram fyrir hvað þetta er. Og ef við svona fljótt reikna svona hlutur sveitarfélagsins segir rétt tæpar 100 milljónir í þessu skuldbindingin á bakvið þetta. En öðru leyti bara jákvætt og legg til við samþykkim. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er svo sem afrakstur af þeirri vinnu sem að hefur verið lagst í núna undanfarið kjörtímabil að bæta aðstöðu allra slökkvistöðva hér á Suðurlandi eða í rauninni í Árnessýslu og ég hnauta þessum orðalagið og leyfi forseta þá ætla ég nú að lesa upp úr skjalinu og ég hnaut sérstaklega þetta vegna þess að þetta eru í rauninni engin smá lána skilmálar og þegar við erum að taka til þess að lánasjóðurinn sé á markaðsvöxtum að þá
og okkur finnst þeir háir, að þá ætlum ég bara aðeins að tilgreina hérna hvað er verið að veðsetja. Hérna kemur það, bæjarstjórn sveitarfélagsins Árborgar samþykkir hér með á fundi sínum að veita einfalda ábyrgð á láni Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga og veðsetja tekjur sveitarfélagsins til tryggingar ábyrgðinni í samræmi við hlutfall eignarhalds, samanber heimild í 2. málsgrein 62. grein og 1. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga, nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Ábyrgðin nær til láns að fjárhæð krónur 98.376.000 ásamt vöxtum, verðbótum, dráttarvöxtum og uppgreiðslugjaldi og öðrum kostnaði samkvæmt þeim lánaskilmálum sem í boði eru þegar lánið er tekið. Hér er með öðrum orðum verið að veðsetja í rauninni skatttekjur sveitarfélagsins fyrir eign sem er ekki innan þess. Og hér eru í rauninni lánaskilmálarnir með belti, axlabönd og annan þann tilbúna sem að kynni að koma til, og þetta eru þetta á fullum vöxtum og þetta er með tryggt fyrir dráttarvöxtum og ásamt því að vera verðtryggt. Ég held að það sé bara komið til einhvers konar endurskoðunar á svona lánum þegar við erum að veðsetja eignir utan sveitarfélagsins og þetta er í sjálfu sér stór mál. Þegar verið er að veðsetja skatttekjur sveitarfélagsins og jöfnunarsjóðsins, að lánasjóðurinn hafi forgang umfram lögbundna þjónustu. Þetta hefur það bara í för með sér. Þannig að ég gerir í sjálfu sér ekki athugasemd við það að bæjarstjóri riti undir þetta þar sem að við höfum gengist undir það með okkar orðum og gefið loforð fyrir þessu. En það er rétt stundum aðeins að staldra við og lesa í það sem við erum að gera, og ég held að það sé bara komin full ástæða til þess að skoða þessi mál ofan í kjölinn og auðvitað þetta rekstrarfyrirkomulag á brunavörnum eru auðvitað mögulega að koma að leiðarlokum þegar sveitarfélagið nær ákveðinni stærð og við verðum sjálfbær með okkar eigin brunavarnir, að við séum að veðsetja skatttekjur til handa framkvæmdum utan sveitarfélagsins. Það er eitthvað sem er bara alvarlegt mál og ber að taka af fullri alvöru. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá er Sigurður og Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Já. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, og skal fyrir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, við kemum hér undir máli 4, lántöku Brunavarna Árnessýslu, en það eru þetta tillaga bókun vegna láns eru þetta í forskrift frá lánasjóðunum, og það er þannig að lánasjóðurinn er ávallt að taka veð í tekjum eða útsvarstekjum, þar sem að svona alla jafna hafa sveitarfélög ekki neitt til að veðsetja annað, þar sem að ekki er heimilt að veðsetja þær eignir sem sinna lögbundinni þjónustu, þó að sum sveitarfélög eins og Árborg hefur haft möguleika á öðru. Í þessu tilfelli þá veit ég hver kjörin voru annars staðar, þannig að ég veit að kjörin eru betri þarna heldur en hjá hennum almennu lánastofnunum, og er það bara vel. Það hefur ekki alltaf verið þannig og ég er þeirra skoðunar að það eigi að vera þannig vegna þess að lánasjóðurinn er í eigu okkar sveitarfélaga, og það er mín skoðun að þeir eru þá ávallt að bjóða okkur allra bestu kjör sem eru möguleg hverju sinni. Þetta er auðvitað hluti af stærra mengi. Það má ekki gleyma því að við erum einnig með minnisblað þarna undir ráðningu, viðbótarráðningu á starfsmönnum hér hjá okkur sem koma hér inn á okkar stöð, sem er þá viðbótar 36 milljónar króna vegna ársins 2027, þar sem að við erum bara komin á þann stað að þurfa auka mönnun í svona okkar kjarnarstöð, og þá komum við aftur að því sem ég var að tala áðan, að auðvitað er Árborg orðin svona
Ég ætla ekki að segja nafn alheimsins. Síðasti. Ég er búin að því, en þið vitið, það er gríðarlega mikilvægt að stöðin okkar hér sem sinnir útköllum vegna bílslysa og svona alls konar ég bara óvæntra atburða sem að fylgja miklu ferðamannaþunga og bara þeirri umferð sem fer hér Suðurlandið, Gullna-hringnum og fleiri stöðum. Þarna með því að byggja upp á Flúðum og við erum nýbúin að taka í notkun á Laugarvatni, þá erum við komin nær viðbragðið, það er orðið styttra, eða það tekur minni tíma fyrir aðeinslega að komast á staðinn og þetta er bara allt jákvætt við þetta. En ég er alveg sammála bæjarfulltrúa Arnari, þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Það kemur að því eins og í svo mörgum verkefni sem Árborg hefur verið aðili að, þá hefur á einhverju tímapunkti verið hagkvæmara fyrir okkur að fara út úr því, mögulega vegna þess að það þarf að byggja upp aðstöðu eða oftast vegna þess að það er komið að því að húsnæðið er orðið of þröngt og þá þarf að fara að byggja upp og oftar en ekki hefur Árborg greitt fyrir það úr eigin vasa og ég ætla bara að nefna íþróttirnar sem nærtækasta dæmi á þess að gera hér allt vitlaust. En að því sögðu þá mun ég samþykkja þetta og ég sit í stjórn brunavarna í dag og tel að við séum búin að vera að gera mjög vel. Það er búið að vera óvanalega mikil uppbygging á síðustu 4 árum en það var líka orðið mjög tímabært. Það er gríðarlegur vöxtur í öllum sveitarfélögunum okkar sem erum aðilar að brunavörnum og þessum vexti fylgir auðvitað bara aukinn kostnaður þarna eins og í öðrum innviðum því þetta eru auðvitað bara innviður, það er bara þannig. Þannig að ég langaði aðeins að koma upp og ætla ekki að verja lánasjóðinn en kannski útskýra að því sannarlega hafa brunavarnir á þessu tímabili tekið lán einu sinni hjá lánastofnun sem sagt á þessu tímabili. Þannig að já, þannig að bara ekki hafa þetta lengra, takk. Takk fyrir þetta Fjóla, stendur og þá Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og skættar að fá að taka til máls og höfum þetta í réttri röð. Já, takk fyrir herra forseti. Ég tek undir með bæjarfulltrúum Arnari og Fjólu þar sem að kom fram í þeirra máli hér á undan. En það var kannski ekki aðal ástæðan þess að ég kem hérna upp, það er frekar það sem að snýra lánasjóðnum og þá var ég kannski ekki beint við, þá veit ég ekki eiginlega hvar maður á að koma því að, en ég hef svo sem margsagt það hér á þessu kjörtímabili að ég tel að lánasjóður íslenskra sveitarfélaga sé eitthvað batteri sem að þarf að fara í verulega endurskoðun á. Hann þjónar bara alls ekki lengur hlutverki sínu fyrir öll sveitarfélög. Og þegar maður bara horfir til dæmis til þess að þegar að sveitarfélagið Árborg nær ákveðinni stærð, að þá hættum við að geta fengið lán á ásættanlegum kjörum. Þegar að við byggjum hér innviði eins og öll önnur sveitarfélög í landinu, þá fáum við lán til 25 ára verðtryggð. Óuppgreiðanleg. Þetta er auðvitað í dag ásættanlegt því að þetta leiðir nánast alltaf til þess að við getum aldrei lagað til í lánasafninu okkar með endurfjármögnun þegar að lánskjör eru góð og sitjum þar að leiðandi uppi yfirleitt með vondlán og á kannski góðaristímabilum þurfum við jafnvel ekki að taka lán, þannig að þetta fyrirkomulag, þetta gengur ekki upp og ég held að það sjáu það allir og ég vona bara að við getum sem verðum hér í bæjarstjórn næsta ári sameinast það að leggja mjög hart að sambandi íslenska sveitarfélaga og væntanlega með ríkisstjórnina með okkur að
að lánasjóður íslenskra sveitarfélaga verði tekinn til gagngerrar endurskoðunar og endurskipulagningar því að þetta fyrirkomulag er í raun og veru mínu mati bara orðið úrelt. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Það er bara að leyfa mér að taka undir þetta með þér. En þá er dagskrá, allt svo mælendaskráin dæmd. Og, já, fyrir okkar hönd allra. Já, þá hefur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls undir þessum lið. Forseti, bæjarfulltrúi tilnefndur, já. Þó að við séum í smá endurtekningu þá lá fyrir semst í gögnum tillaga að bókun sem þarf þá að lesa upp svona þannig að það sé rétt haft og svo leggjum við hana semst til samþykktar. Bæjarstjórn Sveitarfélags Árborgar samþykkir hér með á fundi sínum að veita einfalda ábyrgð á láni Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga og veðsetja tekjur sveitarfélags til tryggingar ábyrgðinni í samræmi við hlutfall eignarhalds samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar og 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Ábyrgðin til láns að fjárhæð allt að krónu 98.376.000 ásamt vöxtum, verðbótum, dráttarvöxtum, uppgreiðslu gjaldi og öðrum kostnaði. Samkvæmt þeim lánaskilmálum sem í boði eru þegar lánið er tekið. Lántakan getur verið í formi skammtímaláns sem forveri langtímaláns eða sem langtímalán í þeim skuldabréfaflokkum sem lánasjóðurinn býður hverju sinni. Bæjarstjórnin hefur kynnt sér skilmála viðkomandi skuldabréfaflokka eins og þeir birtast á heimasíðu Lánasjóðsins og samþykki nær til jafnframt til undirritunar lánasamnings og þess að sveitarfélag taki á sig þær skyldur sem þar greinir. Lánið er tekið til uppbyggingar nýrra slökkvistöðvar og flúðum og vegna kaupa á nýrri slökkvibifreið sem staðsett eru í Reykholti. Er að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150/2006 stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga. Bæjarstjórnin skuldbindur sveitarfélag sem eiganda Brunavarna Árnessýslu til að breyta ekki ákvæðum samþykktar félagsins sem kveða á að félagið megi ekki að neinu leyti fara í eigu einkaaðila. Ef sveitarfélagið selur eignarhlut sinn til annar opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélagið sig til að tryggja að nýr eigandi yfirtaki ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt er Braga Bjarnasyni bæjarstjóra og kennitalan undir 250481 5359 veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamninginn við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni, þar á meðal beiðni útborgun láns. Þetta er þá lagt fram til samþykktar. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Bragi lesið upp bókun sem er tillaga til bæjarstjórnar og forseti var hér í vitlausu máli og ég var komin í mál nr. 5 sem er viðauki við fjárhagsáætlun og fann ekki þetta með bókunina en þá ætla ég að bera upp til atkvæða þeir sem eru þessu samþykku vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá er komið að máli nr. 5. Það er málið sem ég var komin inn í áðan í tölvunni, viðauki við fjárhagsáætlun 2026. Lagt er til að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun Brunavarna Árnessýslu 2026 vegna mannaráðninga. Í samræmi við bókun af 37. fundi stjórnar Brunavarna Árnessýslu sem haldin var 30. apríl 2026. Ekki er þörf á viðauka við áætlun BA eða Brunavarna Árnessýslu þar sem er að ræða tilfærslu innan samþykktarar áætlunar. Opnaði fyrir mælendaskrá. Einhver sem vilja tjá sig, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúi tilnefndur. Já, málið fekk náttúrulega góða umræðu á aukaaðalfundi Brunavarna Árnessýslu þann 14. apríl síðastliðnum. En svona tillaga stjórnar var rauninni að Brunavarni myndi uppfylla sem sagt lágmarkskröfureglugerðir um mönnun, dagvinnu, útkall slökkviliðsins í samræmi við samþykktir Brunavarna Árnessýslu og eins og kom fram í máli hérna áðan þá er verið að ræða sem sagt stöðina hérna á Selfossi að auka mönnunina yfir daginn og það hefur útfært síðan í vakta þannig að við getum verið með viðbragð lengur fram á kvöldið
En þetta er semst eins og framkom, það er ekki viðbót við fjárhagsáætlun á þessu ári en viðbúið náttúrulega við þurfum að nýjir bæjarfulltrúar þurfa að vinna því í haust að þetta mun koma inn í fjárhagsáætlun næsta árs sem verður svo samþykkt síðar. En bara eitt af þeim góðu skrefum sem búið að stíga í brunavörnum á undanförnum árum og legg til að þetta verði samþykkt. Takk. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir 5. máli á dagskrá fundarins? Ef svo er ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsælið gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að máli númer 6 á fundinum, merkisteinn 1. Deiliskipulag 4 stakstæð hús. Tillagan frá 61. fundi skipulagsnefndar frá 4. maí síðastliðinn 1. Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulag sem tekur til lóðar merkisteinsvalla 1 á Eyrarbakka innan íbúðasvæðis IB45. Í skipulaginu felst skilgreining byggingarreita og byggingarheimilda fyrir 4 stakstæð hús á 2 hæðum með mænistaki eins og nánar er gert grein fyrir innan skipulags- og byggingaskilmála deiliskipulagsins. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að deiliskipulagi verði samþykkt til auglýsingar og grundvelli 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem alla megin forsendur fyrir gerð deiliskipulagstillöguna liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins og tillagan verði sérstaklega kynnt aðliggjandi lóðarhöfum. Ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, þetta er, ég ætla bara að segja þetta sé spennandi, skemmtilegt verkefni sem við erum byggjum. Við erum að ræða sem lóð sem er á móti barnaskólanum á Eyrarbakka, eða barnaskóla sem sagt á Eyrarbakka og Stokkseyri, eða sem sagt starfsstöðin á Eyrarbakka, svo maður segi nú öll nefnin rétt. En bara, já, ég ætla bara að hrósa tillögunni, bara fellur vel að flott skipulag. Þarna erum að ræða 4 stakstæð hús og 13 íbúðir. En líka gefur skipulagi möguleika að aðliggjandi lóðir sem gætu komið til uppbyggingar á næstu árum að það getur fallið vel að þessu skipulagi. Þannig að, svona ef ekki að segja, við vonum það að og það þarf að huga vel að því þegar að verður farið að halda áfram uppbyggingu það tali við þetta skipulag og þannig að ég segi, hverfi sem mun rísa til framtíðar verði í þessum stíl. En öðru leyti bara mjög jákvætt og nú fer þetta þá til auglýsingar og þá verður það kynnt sérstaklega og við tökum það svo aftur til samþykktar síðar eða ný bæjarstjórn hins vegar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og óskað eftir að fá að taka til máls. Takk fyrir, herra forseti. Já, ég lýst bara ágætlega á þessa tillögu og ég sé að nýtingarhlutfallið er í kringum 0,5 sem er bara mjög gott, ásættanlegt. Ég velti bara fyrir mér, er það lóðarhafi sem að er að leggja fram þessa tillögu að deiliskipulagi og er það þá einhver einkaaðili sem er með þessa lóð úthlutaða eða eitthvað fyrirtæki. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, lóðarhafi er að leggja fram þessa tillögu og að því sem ég best veit þeim upplýsingum þá er bara einstaklinga ræða sem á lóðina að leggja þetta til. Takk. Takk fyrir það Bragi. Fleiri sem vilja tjá sig. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilnefnendur. Já, mér rennur eiginlega bara blóðið til skyldunar að koma upp og ræða eins þessa tillögu. Þetta er auðvitað margt skemmtilegt og skemmtilegt að sjá að þetta er haft í heiðri
í rauninni byggingalag sem er við Líðu og Eyrarbakka og þó ég sjálfur búi nú í steinsteyptu húsi þarna niðri við strönd að þá einhver síður að þá fagna ég mjög að timbrið haft að leiðarljósi og vonandi að þetta falli vel inn í umhverfið og það ekki annað að sjá en að það gerir það og auðvitað þetta fjölbýli sem ef ég sé þetta rétt sem verða að reisa þarna og mögulega verið að bjóða þá upp á nýja möguleika fyrir þá sem eldri eru að losa sig út úr stærri einingum og flytja sig til í nýtt húsnæði sem kannski með minni vinnu við garð og annað, þannig að það kann að vera bara mjög heppilegt að flytja sig til innan Eyrarbakka og þetta fyrir nýbúa að koma inn og hvet ég alla áhuga saman til þess að glöggva sig á þessu og auðvitað sjá hvort að það sé eitthvað í þessum fasteignum sem að kemur til álita fyrir þau. En heilt yfir bara gaman að sjá uppbyggingu verða mögulega veruleika og vera á tattinum hérna hjá okkur niðri við strönd og vil ég hvetja alla aðra áhuga saman að horfa þangað niður eftir til þess að koma að uppbyggingu og stækkun þorpanna sem að ekki vanþörf á. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi Álista og skautur að fá að taka til máls. Takk fyrir þetta. Ég ætla einmitt að fá að bara vekja athygli á því hversu mikið bæjarprýði þetta verður fyrir ströndina, að þetta eru allt saman mjög falleg hús og það sést í fylgigögnum líka hvað það eru skemmtilega hannaðar. Það sést þarna aðeins líka hvernig herbergja yfirlit í fylgigögni og þessi hérna hús munu öll að mínu mati verða gríðarleg bæjarprýði fyrir ströndina. Og eins og Bragi var að vekja athygli á áðan þá er mjög skemmtileg framtíðarmúsík ef að Guð lofar að þessi byggð getur teygt sig með frá veginum ef að áhugi verður fyrir því. En ég ætla bara að óska bara vekja athygli á því líka hvað þetta er vel unnið mál, það er vel farið í það í greinagerðinni, hvað er verið að hugsa, hvernig menn sjá þetta fyrir sig byggjast upp. Og vildi hrósa mönnum fyrir vöndu vinnubrögð við gerð þessa deiliskipulags. Takk fyrir þetta, Axel. Þá Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista og skautur að fá að taka til máls. Forseti, já, ég ætla nú að taka undir með þeim mörgum sem hafa komið hér á undan og lýsa yfir ánægju yfir hönnun á þessum húsum, virkilega falleg hús og þarna mér finnst nú oft arkitektar orðnir röngum og vondum sökum í sveitafélag umhverfinu, þeir hafa nú fengið ástöðaldi sliðru orð fyrir að vera með allt og mikið hanna allt og dýr og hús með allt og miklu skreytingum og auka hlutum sem að enginn hafi efna á, en þarna einmitt kemur skýrt fram hvað margir arkitektar geta hanna falleg og praktísk hús. Við erum auðvitað svo sem bara að samþykkja þetta hér til auglýsinga. Það er náttúrulega oft þannig að það koma fram einhverjar athugasemdir sem við kannski sjáum ekki, sem ekki erum í þessu umhverfi, en allavega svona við fyrstu sýn þá finnst mér þetta líta virkilega vel út og væri fagnaðarefni að fá hús í á þessu tagi þarna, og þetta er auðvitað eins og bæjarfulltrúi Arnar kom inn á gæti hendað fyrir þá sem að vildu minnka við sig en líka auðvitað bara fyrstu kaupendur, það eru þarna minni íbúðir sem hendur örugglega fyrstu kaupendum virkilega vel og þannig að þetta allavega er mjög spennandi verkefni og þannig að það verður bara svona áhugavert að sjá hvort að koma einhverjar athugasemdir og hvort það verður hægt að koma til móts við þær, en það er eina kannski þarna sem ég sé svona sem ekki mjög líklegt til að þess að verða veruleika, það á teikningunum, tölvuteikningunum, það er ansi líflegu gróður þarna fyrir utan sem ég held að muni ekki ganga, en það er aukaatriði. Takk.
takk fyrir þetta Arna Ýr. Þá hefur já, við komum skrifa þetta niður. Já, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Það er allt í réttri röð. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Mér langar bara að koma inn upp og taka undir með þeim sem áður hafa komið hér upp og fagna þessu og fagna þessari vinnu og fagna því að við sem að fara að sjá hérna uppbyggingu við ströndina, eitthvað sem við erum búin að vera að leggja áherslu á síðustu ár. Gríðarlega metnaðarfullt og flott og ég vona að íbúar muni taka vel vegna þess að við erum auðvitað með mjög ekki að segja viðkvæma byggingar, við erum með hús þarna allt umkring sem að við viljum varðveita og varðveita götumynd og bara gæta þess að þarna sé bara vanda til verka, við getum orðað það þannig og það skiptir máli og auðvitað er það alltaf þannig að aðliggjandi lóðir og íbúar þar fá þetta að segja og það skiptir máli, þannig viljum við hafa það. En auðvitað er það þannig líka að við viljum sjá uppbyggingu og við viljum fá fleiri möguleika þannig að fólk bæði, það er nú oft þannig að það er sama gerð af húsnæði sem hentar unga fólkinu og svo eldra fólki. Svona þegar áður en börnin fara að hrannast og inn og eins þegar þú vilt fara að minnka við þig og ég held að þetta verði svona kærkomið inn í flóruna niður frá og hlakka til að sjá hvernig þessu framfleytir. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra, þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Já, takk fyrir, herra forseti. Bara tvær spurningar. Eitt, hvenær var lóðinni úthlutað og byggingarmagnið sem að er fyrirhugað samkvæmt deiliskipulaginu er 1000 fermetrar, 1100 fermetrar annarkvort. Og miðað við byggingarrétta gjaldskrána þá ætti það að vera einhverja 25 milljónir í byggingarréttagjöld. Er það rétt skilið? Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín, þá hefur Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista óskar eftir að fá að taka til máls. Við förum nú að stytta mældaskrána og það eru tvær óskir að fá að taka til máls. En Arnar Freyr, Björnsson. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur, já, ég verð bara að koma örstutt hérna til þess að tala fyrir hönd trjáa og grjóðurs á Eyrarbakka og Stokkseyri. En ég sé það að það er alveg augljóst mál að ég þarf að blása til garðveislu í sumar til þess að sýna hvað þrífst þarna niður við strönd, hversu blómleg byggðin er raunverulega þegar hort er heim í hlað. En ég ætlum ekki að hafa lengra það. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Freyr. Við förum yfir þessi mál í umhverfisstefnunni þegar þar að kemur, en Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur, já, eitt svona til að svara það er gefin út lóðalegu samningur á núverandi hafa sem er að leggja þetta til 9. maí 2022, þannig að þetta hefur verið svona eitt af síðustu verkum fráfarandi bæjarstjórnar þá. Og náttúrulega byggingarmagni ef það verður samþykkt og verður klárað allt ferlið þá náttúrulega bara gilda gjaldskrár og annað það þegar að þeirri uppbyggingu kemur. Þannig að en nú náttúrulega erum við bara samþykkja til auglýsingar og svo sjáum við hvert endalegt deiliskipulag verður. Þannig að já, við vonum að þetta svari spurningunni skýrt. Takk. Já, takk fyrir þetta Bragi og þá hefur mælendaskrá verið lokað. Þá er komið að því að greiða atkvæði það hvort að bæjarfulltrúar sveitarfélagsins Árborgar samþykki það að senda þessa kynningu til auglýsingar á deiliskipulagi Merkistein 1 á Eyrarbakka. Þeir sem eru því samþykk vinstri gefi merki.
Það er samþykkt samhljóða og enginn sem óskar eftir að gera grein fyrir því atkvæði sínu. Þannig að þá eru komin í mál númer 7, Ljónsstaðir, Ljón 1-3, tillagan frá 61. fundi skipulagslaga frá 4. maí síðastliðinn, liður 2. Lögð fram tillaga deiliskipulags sem tekur til 3 lóða á landi Ljónsstaða, hver sig 1 hektar að stærð. Í skipulaginu felst heimild til uppbyggingar á íbúðarhúsi ásamt sambyggðri bílgeymslu auk húsnæðis fyrir landbúnaðar tengda starfsemi og eða minni háttar atvinnustarfsemi ótengdri landbúnaði. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að deiliskipulag verði samþykkt til auglýsingar á grundvelli 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þar sem allar meginforsendur fyrir gerð deiliskipulagstillögunnar liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins. Tillagan verði síðan sérstaklega kynnt aðliggjandi lóðarhöfum. Ég opna fyrir mælendaskrá og þá hefur Bragi Bjarnason óvænt beðið orðið bæjarfulltrúi D-lista. Já, kemur óvart, forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, svona rétt til að fylgja þessu. Það kom nú lagt fram í inngangnum og eins og kom fram í kynningu hjá Vigfúsi yfir bæjarfulltrúar sem var fyrir, þá er aðeins verið að skoða útfærslur í byggingarreitu þannig að heimildirnar séu skýrar og samt nægilega rúmar svona með að geti verið áætlaðir í byggt þarna. Og síðan að loknu allir deiliskipulagið sagði þá þarf líka að vinna því með sveitarfélaginu ef til þess kemur og það þurfi að leggja stofnlagnir eða annars svoleiðis að lóðina, þá þarf að semja slíkt eðli málsins samkvæmt. En uppsettingin er þannig að nánast allar lagnir sem koma frá stofni eru innan lóðar, þannig að það er þá lóðar eigandi sem sér þær framkvæmdir. En auðvitað þarf að vinna það í nánu samstarfi við þar til bæra aðila ef svera þarf upp einhverja stofna eða annars svoleiðis þegar því kemur. Það eru leiti bara nokkuð skýrt og við erum auðvitað bara að setja þetta í auglýsingu og þá má það svo inn aftur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Það eru einhverju fleiri sem vilja tjá sig Ljón 1-3, Ljónsstöðum. Og Guðrún og Leósdóttur bekkjarsystur minni. Ekki fleiri sem vilja tjá sig, þá ber ég þetta upp til atkvæða og þeir sem eru samþykkt því að tillaga þetta deiliskipulag á Ljónsstöðum verði sendt í auglýsingu við sem gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Forseti vill vekja athygli á því þar sem þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabili 2022-26 að það verður veitt örlítið tækifæri í örstutt ávarp hér í blá lok fundarins hjá þeim sem eru að hverfa af braut og reikna ekki með endurkjöri. Þá förum við í 8. mál á dagskrá fundarins, það er deiliskipulag hesthúsasvæðis, Hestamannafélagið Sleipnir. Tillagan frá 61. fundi skipulagslaga frá 4. maí síðastliðinn, liður 7. Tillaga deiliskipulags fyrir hesthúsasvæði Íþótt 2 á Selfossi var felld úr gildi með úrskurði UUA þess efnis þann 21. apríl 2026. Að mati úrskurðarnefndar var ekki fjallað með fullnægjandi hætti umhverfisáhrif deiliskipulagsins til þátta eins og lyktar, rykmyndunar, hljóðvistar, umferðarálags og áhrifa á sjónræna þætti. Er því lögð fram að nýju tillaga deiliskipulags fyrir hesthúsasvæði Íþótt 2 á Selfossi með uppfærðu mati á umhverfisáhrifum skipulagstillögunnar. Megin markmið deiliskipulagsins er að setja fram heildstæða stefnu fyrir allt hesthúsahverfið, bæði núverandi svæði og stækkun þess til suðurs. Deiliskipulagið byggir í megindráttum á núverandi fyrirkomulagi með áherslu á bættar reiðleiðir og þjálfunarsvæði. Á svæði til suðurs verður gert ráð fyrir nýjum lóðum og þannig fjölga notendum innan hesthúsasvæðisins. Kröfur bættan aðbúnað hesta og manna hafa aukist á undanförnum árum og munum skilmálar byggingu nýrra húsa og breytingar á eldri húsum taka mið af því. Deiliskipulag nær til alls hesthúsahverfisins sem er núverandi keppnis- og hesthúsasvæði og stækkaðs hesthúsasvæðis samtals 27 hektarar. Deiliskipulagsmörkin á einnig yfir hluta á opnu svæði milli Langholts og hesthúsahverfis vegna fyrirhugaðs reiðstígs þar. Stækkun núverandi svæðis er 7 hektarar að stærð. Á nýja svæðinu næst Ísastaðalandi er gert ráð fyrir 19 nýjum hesthúsum meðfram bæjartröð.
Lóðir eru af 3 stærðum og gert ráð fyrir að innan þeirra verði heimilt að byggja stakstæð hús eða parhús. Hestagerði eru staðsett sunnan við hús beggja megin götu til að tryggja sól og skjól frá ríkjandi vindáttum. Auk 19 hefðbundinna hesthúsa gert ráð fyrir 2 stærri lóðum fyrir hesthús með litlum reiðskemmum. Skilmálar eru settir fyrir byggingu nýrra hesthúsa og eins eru settir fram skilmálar mögulega endurbyggingu eldri húsa. Byggingamagn og keppnisvæði aukið umtalsvert bæði fyrir Bíbó keppnishöll en einnig fyrir minni hús til þjálfunar og fyrir áhorfendastúkur. Deiliskipulagið í samræmi við aðalskipulag Árborgar 2020-36 þar sem svæði til skilgreint með landnotkunna í þá 2 hesthúsasvæði. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn Árborgar að deiliskipulag verið samþykkt til auglýsingar á grundvelli 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar megin forsendur fyrir gerð deiliskipulagstillöguna liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins og að brugðist hafi verið við niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála mat á umhverfisáhrifum skipulagsins með fullnægjandi hætti innan tillögunnar. Hér einhver fylgiskjöl með sömuleiðis en ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúi tilheyrendur. Já, ég ætlum ekki að eyða tíma kannski að rekja, náttúrulega við erum búin að fá þetta skipulag hingað inn áður og búið að vinna það vel með bæði hestamannafélaginu og taka við athugasemdum og verða við þeim, en þarna kæri úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þarna því miður fellir það úr gildi vegna ónógs mats á umhverfisáhrifum í greinargerðinni og sem hefur verið bætt úr og skipulagsnefnd tók það fyrir og það sést í kafla 4 í greinargerðinni þar sem orðið mjög skilmerkilega tekið til greina lyktarmengun, rykmyndun, hljóðvist, umferðarálag, sjónræn áhrif og síðan að endingu valkostagreiningin og eins og kemur fram þar þá eru áhrifin talin mjög óveruleg af öllum þessum þáttum eða engin fyrir nærliggjandi umhverfi. Þannig að núna fer þetta svona til útskýringar annan hring eins og við kannski orðum við með samþykki hér þá verður þetta auglýst og ef það koma athugasemdir þá verður þá tekið mið af því og skipulagsnefnd mun þá taka þetta fyrir aftur og síðan aftur bæjarstjórn til staðfestingar. Þannig að það svo sem ekkert að ílengja þetta, bara flott að þessi búið að þá að uppfæra þetta í samræmi við úrskurðin og nú segjum við bara áfram gakk. Takk fyrir. Hérna ráð fyrir að ég myndi tala lengi. Nú bara greipi. Gerðu það.
Jæja, þá höldum við áfram fundi hér í bæjarstjórn Árborgar og forseti biðst afsökunar á því að hafa ekki verið hér til staðar eftir ræðu Braga Bjarnasonar sem að hélt til fyrstu ræðu eftir í mál nr. 8 deiliskipulag hesthúsasvæðis og það kom hér réttmæt athugasemd frá bæjarfulltrúa að eftir langa fundasendu væri eðlilegt að gefa 2-3 mínútur í fundahlé þannig að bæjarfulltrúa komist á salerni því að það er alveg frómt frá sagt drukki hér talsveit mikið af kaffi og vatni og til þess að væta hér kverkar og þess vegna þarf klósettferðir gæti þurft að vera algengari. En við erum búin með opið hér fyrir mælendaskrá og Axel Sigurðsson varabæjarfulltrúi álistaður og skellur að fá að taka til máls. Já, ég ætla rétt að fá að koma hér til máls af því ég sit nú í skipulagsnefnd og hef haft þetta mál á minni könnu í svolítinn tíma, núna í annað skiptið. Mér langaði að vekja athygli á því núna sko eins og Bragi kom svo vel inn á. Það er eftir að þetta kom tilbaka. Við erum búin að taka mjög ítarlega á öllum umhverfisþáttunum sem var sagt að væru ekki nógu ítarlegir. Og trúi ég því að þetta ætti þá núna að fara bara sína vegferð og ég mun fagna því þegar að deiliskipulagið fyrir hesthúsabyggðina klárast. Það sem það svæði ber með sér mjög spennandi vaxtarsprota til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Axel. Það eru fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkt því að senda þetta deiliskipulag hesthúsasvæðisins á hestamannasvæði Hestafélagsins Leiknis til auglýsingar vinsælt gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í kynningu fundargerða. Nei, það er fyrst kosning í embætti í mál 9, kosning í embætti og nefndir 2022-26 og það er sem sagt kjörstjórn 2026 sem að starfa núna í þeim sveitarstjórnarkosningum sem verða núna laugardaginn 16. maí næstkomandi og hér er tillagan yfirkjörstjórn aðalmenn Ingimundur Sigurmundsson, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Steinunn Erla Kolbeinsdóttir, varamenn Þórarinn Sólmundarsson, Anna Ingadóttir og Jón Páll Hilmarsson. Kjördeild 1, aðalmenn Íris Böðvarsdóttir, Hólmfríður Einarsdóttir, Herborg Anna Magnúsdóttir, varamenn Eva Davíðsdóttir Brán, Guðrún Herborg Hergeirsdóttir og Aníta Rögnvaldsdóttir. Kjördeild 2, aðalmenn Grétar Páll Gunnarsson, Dagbjörn Sævarsdóttir og Valdemar Bragason, varamenn Elsí Kristinsdóttir, Unnur Edda Jónsdóttir og Heiða Sólveig Haraldsdóttir. Kjördeild 3, aðalmenn Elínborg Ingimundardóttir, Sigrún Helga Einarsdóttir, Ingibjörg Elva L. Stefánsdóttir. Varamenn Þórdís Ólöf Viðarsdóttir, Kristín Rut Arnardóttir og Ingveldur Guðjónsdóttir. Kjördeild 4, aðalmenn Sesselja Sumarrós Sigurðardóttir, Þorsteinn Tryggvi Másson, Bergdís Bergsdóttir. Varamenn Klara Öfjörð Sigfúsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir, Atli Laugdal Árnason. Kjördeild 5, Njáll Árnason, Magnús Gísli Sveinsson, Kristjana Hallgrímsdóttir, varamenn Jóhanna Hallbjörnsdóttir, Svava Júlía Jónsdóttir og Elín Karlsdóttir. Kjördeild 6, aðalmenn Ingibjörg Ársælsdóttir, Þórdís Sveinsdóttir, Jónas Velding Jónasson, varamenn Elín Dögg Haraldsdóttir, Edda Bára Höskuldsdóttir, Jason Orri Jakobsson. Kjördeild 7, aðalmenn Lýður Pálsson, Rannveig Brynja Sverrisdóttir, Vigdís Jónsdóttir, varamenn Þóra Ósk Guðjónsdóttir, Víglundur Guðmundsson og Charlotte Sigrid á kósinni. Þá hef ég lesið upp þá sem eru tilnefndir hér í yfirkjörstjórn og kjördeildir 1-7 í sveitarfélaginu Árborg við sveitarstjórnarkosningarnar laugardaginn 16. maí næstkomandi. Fyrst ætla ég til að nefna eru tillögur einhverja fleiri eða aðra í þessar kjörstjórnir og kjördeildir. Sigurður Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að gera örstutt fundarhlé áður en við höldum áfram með fundinn og forseti verður við því. 2 mínútur.
takk fyrir að gefa okkur aftur í loftið og þá höldum við áfram hér með dagskrá fundarins. Við vorum að fara hér yfir fólk sem tilnefnt í kjörstjórn fyrir sveitarfélag Árborg árið 2026 og það eru sem sagt yfir kjörstjórn ásamt varamönnum og kjördeildir frá 1 til 7 með aðal og varamönnum sem hér hafa verið lesnir upp áðan og það er svo tillaga sem fyrir fundinu lá og það er okkar að taka afstöðu til þess og að sjálfsögðu eins og komið hefur verið hér á framfæri að það fólk sem að gefur kost á sér í þetta komi kurteislega fram hér í aðdraganda kosninga og gæti að stöðu sinni sem kjördeildar fólk og yfir kjörstjórnar fólk. Þá ætla ég að bera þetta til atkvæða þeir sem eru því samþykkir þessum nöfnum í yfir kjörstjórn og kjördeildir frá 1 til 7 vinsælt gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 10. mál á dagskránni, það eru fundargerðir, það er skipulagsnefnd 60. fundur haldinn 15. apríl síðastliðinn. Einhver sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 11. mál sem er velferðarnefnd, 25. fundur haldinn 16. apríl síðastliðinn. Einhver sem vilja tjá sig fund velferðarnefndar frá 16. apríl. Enginn kveður sér hljóðs, þá förum við í 12. mál á dagskrá bæjarráð, 168. fundur haldinn 22. apríl síðastliðinn. Einhver sem vilja tjá sig þann fund bæjarráðs? Ef svo er ekki, þá förum við í 13. mál á dagskrá fundarins sem er eigna- og veitunefnd, 54. fundur haldinn 21. apríl síðastliðinn. Það er Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi D-lista sem óskar eftir að taka til máls. Já, forseti, ég kem hérna undir lið 6, það er Eyrargata, Eyrarbakka, endurnýjun og yfirbórs frágangi. Leiðilegt mál sem við fórum sett í útboð á þessu verki og það var kært til málefni útboðsmála og þetta átti sér til stað í september síðastliðnum, lok september og málið var strand þar í 7 mánuði hjá þessari úrskurðarnefnd sem kom svo á þessari niðurstöðu að þeir ætla að vísa kærunni frá og það er bara, við bókuðum þetta og okkur fannst miður hvað þetta tók langan tíma og þetta hefur mikið áhrif á íbúa, fyrirtæki og annað sem er þarna á þessu framkvæmdarsvæði en til upplýsingar þá er búið að ganga til samninga við verktaka sem er bara að hæfjast handa annarkvort í þessari viku eða núna næstu viku strax að það er mjög jákvæmt að verktaki getur strax komið og farið í verkið. En mér langar líka bara að nýta tækifærið með leyfi forseta að þakka öllum nefndarmönnum eign og veitu fyrir kjörtímabilið og einnig starfsmönnum mannvirkja umhverfisins fyrir vinnuna síðustu 4 ár. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn. Við erum að fara þá yfir í 14. mál á dagskrá fundarins. Bæjarráð 169. fundur haldinn 30. apríl síðastliðinn. Einhver sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá er formlegri dagskrá þessa fundar lokið, en það er einn óformlegur liður svona í lokin þar sem þetta er síðasti fundur á kjörtímabilinu. Nú er það svo að það liggur fyrir hjá nokkrum einstaklingum að þeir verða ekki í framboði í næstu kosningum og munu því hverfa af braut úr bæjarstjórn Árborgar. Það er Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi Álista og hennar varamaður Axel Sigurðsson sem hér situr með okkur í dag, varabæjarfulltrúi Álista. Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Og ég hef hér með Örnu Ýr Gunnarsdóttir í S-lista þó hún sé vissulega í frambóði en það þurfa allnokkur kraftaverk að verða til þess að hún yrði 11. varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar að því gefnu þá að
fengju upp undir öll atkvæðin í kosningunum. Ég ætlaði mikil hlut en ekki alveg svona mikil. Ég vil þakka þessu fólki fyrir hönd bæjarstjórnar, fyrir framlag sitt til okkar samfélags með setu hér í bæjarstjórn og það má segja, ef ég tek Örnu þarna sérstaklega út, þá er hún starfað mjög lengi á vettvangi bæjarstjórnar og það eru þetta ákaflega þakkarvert þegar að fólk leggur tíma sinn og bæði til þessara starfa og eins frá sínum fjölskyldum að leggja það á sig að vera hér í forsvari fyrir íbúa í okkar rómaða sveitarfélagi. Þannig að fyrir hönd bæjarstjórnar vil ég þakka þessu fólki af öllu hjarta fyrir gott samstarf og góða vinnu í þágu okkar samfélags. Og ég ætla að gefa kost á því hér að ef einhverju vilja fá örstutt orðið hér til þess að færa kveðjur frá sér, það er ekki neinskylda á því, en ég ætla að gefa hér augnablik tækifæri ef einhver hefur áhuga á því. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, sem heldur hér að öllum líkindum sína síðustu ræðu í bæjarstjórn Árborgar. Já, forseti, ég vil byrja að þakka hlýorði minn Garð. Já, það lítur út fyrir að ég sé að sitja hér minn síðasta bæjarstjórnarfund eftir tæp 16 ár í bæjarstjórn og það er nú alveg ótrúlega langur tími þó að svona, já, tíminn er nú fljótur að líða og mér finnst þetta ekki vera búið að vera 16 ár en það er vist samt þannig samkvæmt dagatalinu. Mér langar að lokum að þar sem þetta er nú svona líklega síðasti fundurinn, annars ætlaði nú að minna að hafa nú margir átt góða endurkomu, sterka endurkomu og þannig að við engin veit sína ævina og það allt saman sko, þannig að skulum nú alveg bara andorinn kviðin með það, en ég ætla nú samt að segja að það er nú engin ómissandi og maður kemur í manns stað og allt það. En mér langar samt að lokum svona á mínum líklega síðasta fundi að færa bara einlega þakkir fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt í gegnum árin. Og það er ekkert sjálfsagt að fá að sitja í bæjarstjórn og vinna í þágu samfélagsins. Og ég hef svona tekið því hlutverki af auðmýkt og virðingu allan þennan tíma. Og verið alltaf mjög upptekinn að horfa á hagsmuni allra íbúa. Það er enginn sem stendur framar öðrum þegar kemur að íbúum í sveitarfélagi. Og þessi 16 ár í bæjarstjórn, þau hafa kennt mér margt og þau hafa sýnt mér og eitthvað sem ég auðvitað vissi. Þetta er gott samfélag. Ég er auðvitað fædd og uppalinn og hef fylgst með samfélaginu stækka gríðarlega. En samfélagið er gott og það er fjölbreytt og verður alltaf fjölbreyttar og meira spennandi. Og síðan þessa samstöðu sem ríkir þegar á reynir og mikilvægi síðan þess að við sem að bjóðum okkur fram til þess að vinna fyrir bæjarbúa, að við raunverulega hlustum á fólk og ekki bara þau sem hafa hæst, heldur líka þau sem standa veikt og eiga erfitt með að tala sínu máli. Sveitarfélagið eru þetta fyrst og fremst fólkið sem þar lifir og starfar og þær ákvarðanir sem eru teknar af bæjaryfirvöldum, þær hafa raunverulega áhrif á líf fólksins. Og svo langar mér að segja bara til þeirra sem setjast í næstu bæjarstjórn, þá langar mér til þess að hvetja ykkur til þess að hlúa vel að íbúum sveitarfélagsins og muna það alltaf að þið eru í umboði íbúana sem hafa kosið ykkur. Og mér langar að biðja ykkur að standa sérstaklega vörð mannúð, jafnræði og réttlæti og gæta þess að samfélagið taki utan þá sem þurfa mest á þjónustu þess að halda. Þau sem er erfitt með að tala sínu máli og standa höllum fæti og eru jaðarsett á einhvern hátt. Hvernig við mætum þessum veikasta hóp okkar, það segir mest hver við erum sem samfélag. Já, og mér langar bara aftur að
ítreka þakklæti og stolt yfir bara því sem hefur áunnist og samfélagi sem hefur þróast og ég hef auðvitað mikla trú á framtíð sveitarfélagsins og að endingu þá langar mig bara að óska komandi bæjarstjórn eða nýrri bæjarstjórn og íbúum öllum velfarnar og vona bara að okkur lánist áfram að byggja gott samfélag sem að einkennist af virðingu og umhyggju fyrir fólkinu sem hér lifir og starfar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Það hef ekki fleiri, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, samstarfsfólk og íbúar og gestir. Muni eftir gestinum. Þá er bara að koma að lokum þessa kafla hjá mér í bæjarstjórn Árborgar, sérstaklega fyrir forseta. En þegar ég líti yfir síðustu 4 ár þá fyllist ég fyrst og fremst þakklæti og stolti. Ég vil byrja að þakka öllum þeim íbúum sem sýndi mér það traust að kjósa mig til starfa hér árið 2022. Það hefur verið mikill heiður að fá að vinna fyrir samfélagið og taka þátt í að móta framtíð Árborgar á þessum viðburðaríku árum. Þetta kjörtímabil hefur sannlega kennt mér margt. Ég hef fengið að starfa bæði meiri hluta og minni hluta, gera þeirri betur. Gegndi stöðu bæjarstjóra á tíma sem einkenndist af mikilli ólgu og krefjandi verkefni. Sú reynsla sem ég tek út þessu starfi og þessum tíma var bæði lærdómsrík og mótandi. Ég vil þakka samstarfsfólki mínu í bæjarstjórn og starfsfólki öllu sveitarfélagsins bara fyrir frábært samstarf. Það sem stendur þó kannski bara upp úr öll tækifærin og ný viðkynni og vinátubönd sem hafa orðið til á þessari vegferð sem er ómetanlegt og fyrir þær ég afar þakklát. Ekki ætla ég að þakka sérstaklega fyrir vináttu slitin í pólitíkinni sem sannarlega hefur verið til staðar en sú reynsla er engar síður dýrmætt. Að lokum vil ég þakka fjölskyldum minni fyrir mikla þolinmæði og seiglu, oft á tíðum mikla fjarveru og oft á tíðum ágjöf vegna minna starfa en fyrst og fremst fyrir endalausa þolinmæði skilning. Ég kveð þetta hlutverk með stolti, auðmýkt og þakklæti og óska Árborg og öllum þeim sem hér starfa áfram velfarnaðar í þeim mikilvægu verkefnum sem framundan eru. Og að lokum ætla ég að segja það sem ég er búin að segja held ég oftast á þessum 4 árum að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti. Takk fyrir mig og áfram Árborg. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, og þá er Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi álista, óskar eftir að fá að taka til máls. Kæri forseti og kollegar sem hér sitið. Ég skal alveg viðurkenna að ég var ekki undirbúinn fyrir að ætla að koma upp hérna, en ég ætla bara að fá að spila þetta eftir eyrun og fá að tala frá hjartanu. Mér finnst mjög skrítið að ætla að fara að kveðja hann og hópa að þetta hefur verið núna undanfarin 4 ár ofboðslega lærdómsríkt og þetta er mikill skóli og það hefur verið fyrir mína parta sannur heiður að fá að læra hérna með ykkur og vera hluti af þessari vegferð þó að ég sé kannski náttúrulega ekkert annan varamaður en þá hefur þetta verið ótrúlega gefandi, þetta hefur verið lærdómsríkt og ég þakka traustið bæði til kjósenda sem kusu áfram Árborg á sínum tíma baklandi sem að maður átti innan míns gamla flokks og ég þakka bara fyrir öll þau nýju vináttu sambönd sem ég hef eignast á þessari vegferð. Ég þakka lektíurnar og ég skal alveg viðurkenna það sem ég finnst kannski skrýtnast í þessu það. Ég hef eitt síðustu 4 árum núna undanfarið í hverju einustu kvöld sem að lesa fundagerðir eða reglugerðir. Til þess að vera alltaf undirbúin af því ég legg áherslu á það að menn séu undirbúnir á fundi, það er fátt sem stöðum meira en að menn séu ekki undirbúnir. Þannig að núna opnast bara nýr kafli þegar þessum kafla lýkur og ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Axel, og enn og aftur þá færi ég mikið þakklæti til þeirra sem eru formlega að víkja af braut og það koma ný tækifæri og nýjir spennandi tímar. Það er sama með
nýja fólki okkar sem er að koma, sem er í frambóði í dag og tekur við þessu kefli, ásamt þeim nokkrum hér sem að hér erum, sem við vitum ekki hvernig kosningarna fara, það kemur bara í ljós. En sem forseti vil ég þakka fyrir frábært samstarf bæjarstjórninni allri. Ég hef verið lagt mig fram að reyna að gæta þess, að gæta hér hlutleysis í stjórnfunda og ég tel að það hefur bara tekist ágætlega. Ég er mjög stoltur og ánægður og tók við þessu á mikilli auðmýkt. Samstarf finnst mér hafa verið mjög gott í bæjarstjórninni. Þetta hefur verið skemmtileg 4 ár. Ég vil þakka Rúnari Sveini Valgeirssyni sem hefur séð hér tæknimálin nánast hvern einasta fund á þessu kjörtímabili og þeim Þórdísi Sif Sigurðardóttur og Rósu Jónsdóttur sem hafa skipst hér á að rita hér fundagerður og halda utanum með töklum og höldum utanum form fundarins ásamt forseta. Þakka þeim sérstaklega fyrir. Leið og ég þakka starfsfólki sveitarfélagsins, íbúum öllum og kjörnum fulltrúum sem hér hafa starfað með okkur kærlega fyrir samstarfið á því kjörtímabili sem er að ljúka. Ég segi 73. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabili 2022 til 2026 og jafnframt síðasta fundi kjörtímabilsins slitið. Takk fyrir.